Elías orðinn Víkingur, hvernig kom það til? Uh, já, ég bara, Kári heyrði í mér, hann vissi að ég vildi koma heim til Íslands og spila á Íslandi. Ég er alveg búinn að vera þó nokkuð lengi úti og fjölskyldan er komin heim. Þannig mér langaði eiginlega bara koma heim. Íslenski boltinn er orðinn skemmtilegur og orðinn bara frekar stór finnst mér og mikil gæði. Þannig mér varst bara mjög heillandi að koma aftur heim og spila hér. Hefurðu búinn að leita heim lengi eða? Nei, ekki þannig séð sko. Sérstaklega bara eftir að ég fór út í Kína. Eftir að hafa verið þar í nokkra mánuði þá var alveg svona komin vilji að bara fara aftur heim. Áttirðu í viðræðum með einhver önnur lið hérna á Íslandi? Já, það komu nokkur lið með áhuga en svona undir lokin þá fannst mér Víkingur vera bara svona mest spennandi kostur og skoðaði leikmannahópinn og það eru spennandi leikmenn þarna, góði leikmenn og mér bara fannst plönin hjá þeim mjög áhugaverð þannig það var eiginlega bara svona það sem gerði útslagið og ástæðan okkur ég valdi að fara þangað. Já, auðvitað eitthvað greitt frá því áhuga frá Keflavík, græddur eitthvað við þá? Já, ég spjallaði við Halla og ég var alltaf mjög mikinn áhuga að fara náttúrulega aftur heim en það var eiginlega bara svona að mér langaði að fara, ég var ennþá nóg ár eftir þannig mér langaði, ég er búinn að vera að spila í svona liðum sem hafa ekki endilega verið að berjast titla seinustu ár og Víkingur er vissulega þannig klúbbur sem er að fara að berjast titla og svoleiðis þannig mér langaði að reyna að vinna einhverja titla og vonandi get ég gert það með þeim. Þetta er búinn að vera í áratugi úti, fylgistu vel með íslenska boltanum? Ég get ekki sagt það. Maður hefur aðalega bara fylgst með, skilurðu, ég fylgist með stöðinu og svona hjá Keflavík og sen hef ég alltaf verið að fylgjast með bara stöðin í deildinni, ekki í sjálfum leikjunum og öllum liðunum sem hafa verið í Evrópudeildinni og svona. Maður er alltaf svona að fylgjast hvernig þeim gengur þar og annars hef ég ekkert verið mikið að horfa á boltan sjálfur. Þetta nefnilega Víking og bara svona vegferðina þar, titlar, þetta er bjartir tíma framöndan hjá Víkingum og hafa verið. Vissulega, þetta er mjög spennandi klúbbur og þeir eru búin að vera að gera mjög vel seinustu ár og það var líka það sem spilaði inn í þetta var bara mjög heillandi og ég fór og spjallaði við Sölva og Kára og skoðaði allt annað hjá þeim og mér fannst það bara mjög heillandi svona prógram hjá þeim og það var það sem að svona teldi mig að koma. Bara svona að ég spyrja aðeins út í tímabili í Kína, þetta liðið þitt fjall, en hvernig var bara svona að vera leikmaður í Kína? Það var frekar öðruvísi heldur en að spila inn í Evrópu. Þetta er öðruvísi fótbolti og sérstaklega í svona liði sem er kannski ekki toppliðið í Kína þannig að það er alltaf meiri svona hvað get ég sagt þetta er mjög öðruvísi heldur en að spila í Evrópu og skemmtilegt að svona upplifa þetta en ég myndi ekki vilja fara aftur bara upp á geðheilsuna þannig séð fyrir mig, ég var einn á núti og hafði ekkert að gera í raun, talaði engin ensku, maður er með translator í liðinu, þjálfarinn talar ekki ensku, þannig þetta var alveg frekar öðruvísi. Já, og lítur bara tilbaka rúmur áratugur úti, svona lítur að vera stoltur bara af atvinnuferðlum? Já, ég er alveg bara þokkalega ánægður. Þetta var náttúrulega draumur frá maður var lítill að spila fyrir utan Ísland og auðvitað hefði maður vilja hafa ná lengra og gert meira þannig séð en það er ekkert auðvitað það að setja neitt núna sko. Ég er bara þokkalega sáttur við það sem ég hef gert. Hvað stendur upp úr? Ætli það sé ekki bara það sem ég man svona mun alltaf muna eftir kannski er bara þegar við fórum upp með nakkbreyta í Hollandi. Það var alveg mjög skemmtilegt. Þá unnum við sem sagt Excelsior gamlarklúbbinn minn og þeir fóru niður og við fórum upp og það var bara þvílík stemning eftir þau úrslit og það stendur mjög mikið upp úr hjá mér. Þú varst svona komið með viðnefnið varst með viðnefnið einn gleymdasti atvinnumaðurinn. Hvernig svona fannst þér það? Já,
mér er svo sem alveg sama, þú veist, ég er náttúrulega að spila fótbolta fyrir sjálf mig og bara, þú veist, ég hef alltaf haft gaman að því. Það skiptir mig engu máli hvort að aðrir eru eitthvað fylgjast með mér þannig séð. Þú veist, ég vil bara gera vel alltaf og gera mitt besta. Þannig, þú veist, ég hef ekkert eitthvað út af það að segja þannig séð. Rétt til lókin, fyrst það er gamlast ári, áttu þér eitthvað markmið fyrir næsta ár með Víking? Ég langar bara að gera mitt allra besta fyrir klúbbinn og reyna að vinna deildina með þeim, komast eitthvað áfram í Evrópunni og bara skora mörk og halda áfram að halda áfram bara að gera vel.